Sýningu hvernig er búin til svona environment eða terrain í Unity. Byrjum að fara hérna í plusinn, 3D object og terrain. Þá farðu terrain sem held ég að mig minnir 500 x 500 metrar, hálfu kílómetra kant. Og það er að smetla á terrain og þá kom upp þessi hérna valgluggar og maður fer þetta tannhjól hérna í settings, að þá hérna getur maður sett inn heildarstærðin á terraininu. Það er hérna, það er 1000 metrar. Það er 1000 til að byrja með, en maður getur minkað þetta yfir í 100 ef maður vill, og síðan hérna líka er hæðin sem maður getur unnið með. Ok, síðan ef þið viljið móta landslagið, þar að segja hæðin og lægðin og sliðs, þá hérna þá erum þetta valið, smellum hérna þetta hérna, nei það er ekki hérna, það er þetta hérna, og þá getur maður valið busta hérna og síðan bara getur maður farið hérna og smelta músina. Ef maður heldur shift inni þá lækkar það, en maður getur aldrei farið ofan í terrainið. Þannig að það sem þú getur gert er að maður getur smelt á þetta hérna og sett hérna set height. Ég get sett þessi hæðin sér 20 og gert heldur flat and all, þá hækkar allt 20. Þannig að þegar ég fyrir aftur hérna í raise og lower og held shift inni, þá get ég gert smá svona dæld hérna ofan í þetta. Ok, hérna séum bara stærðin á bustanum og þetta fyrir mikið, og hérna er opacity, þar sér hversu öflugt það er, hversu mikið það hækkar hérna yfirborðið. Síðan er hérna hægt að fara í smooth height, það er svona mikið landslagið, þetta var í paint textures, og þá getur við farið hérna í edit terrain layers og gert add layer, create layer, og þá þurfum að finna hérna, ég er búinn að hlaða inn standard assets og inni því ætti að vera hérna eitthvað gras, eitthvað sem heitir hérna til dæmis cliff albedo specular. Þá kemur það yfir allt landslagið, þetta cliff albedo. Ég get farið hérna og gert hérna, það er ekki add layer, nei það er hérna aftur create layer, og ég get farið og fundið eitthvað annað. Þá er komið það hérna og þá get ég, sjáu þið, get ég lita það hérna á landslagið og síðan bara haldið áfram að sótt fleiri lög. Hérna er það með tré, en það náttúrulega reynir mjög mikið á tölunni ykkur, ég myndi fara að valið það. En já, þetta er aðalega bara þetta hérna að hækka og lækka landslagið, setja okkurna hæð, en sem geti líka sett líka hérna að vatna á þetta. Ef maður fyrir standard assets, að þá er eitthvað sem heitir environment og hérna heitir water basics, þetta er nokkra tegundir af vatni og ég get farið hérna í water basics til dæmis og þessi prefabs og water basic daytime. Ég get dregið það hérna inn ef að þetta er ekki það sem ég vildi. Kemur hérna pingu lítill vaxflötur, ég held að þessi frekar í water hérna, water 4 prefabs og water 4 symbol. Þá sjáum við að þá komið vatn hérna inn í leikinn okkar. Það getur komið vel út með hérna í svona opnum leikjum. En síðan vildi ég líka hérna benda annað, að það er hérna, það er með hérna í standardast pakkanum, að þá eru til hérna karakterar
og það er hægt að sækja hérna third person character. Þá fyrir maður hérna í prefabs, þá kemur third person controller. Þá getur maður sótt hann. Nei, ups. Hvert fór hann? Þetta er hann. Og já, það kemur compiler error, multi-process camera rig. Sjá, finnum við þennan. Hendi þessu út. Sjá hvort það virkir núna. Nei, það er meira. Sjá, simple, já, alveg rétt, það er þetta hérna. Utility. Þurfum að eyða þessu hérna simple activator menu, bara gerum delete það. Þá fyrir þetta eitthvað að hugsa. Og svo þessi hérna kall okkar, það er hægt að finna, hann er grár hérna, það er hægt að finna á netinu hérna textúr á hann. Það er hægt að leita að bara Unity Standard Assets textúr og skrifa Ethan, hann heitir Ethan þessi karakter. Síðan líka í Standard Assets er líka bíl, þið getur sótt bíl og stjórna honum, og það er líka flugvél sem getur stjórnað, en það er síðan hægt líka að með þessum 3D karakter sem hérna, að þá er hægt að setja inn kameru sem eldir þennan kall sem hentar ansi vel. En þetta er svolítið lengi, það á ekki að vera svona lengi, en þegar þetta er komið að þá getið þið play og þá eru þið með kallinn ykkar og með trainið ykkar.